Það allt í hátíð. Herðu Svenni, enn eitt tímabili hjá þér að byrja. Ert þú klár? Já, loksins ég að skriða saman eftir smá nára. Ok, búin að vera frá í sumar eitthvað í því eða? Já, síðustu vikuna. Ok. Núna ég að koma tilbaka og það bara ánægilegt. Vonandi tekur ekki langan tíma að vinna upp það sem að tapaðist. Nei. En já, óvinnlegt fyrir mig að vera meiddur á þessum. Já. Hvernig hérna standið á hópnum svona yfirleitt annars? Ég held að það sé bara ágætt svona. Hann að koma tilbaka, við vorum náttúrulega tveir með landsliðum og svo hefur eitthvað verið að lenda í meiðslum. Þannig að ég menn séu bara stemdir og fullir tilhlökkunar til tímabilsins. Já, ekki allt svekkelsi frá síðasta tímabili búið og... Já, svona við tökum það ekki með okkur einn sem einhvern bagga held í þetta tímabil, nema kannski bara svona jákvæða glæðningu sko. Við eigum þetta bara verk fyrir höndum og þetta verður vinna bara hérna hver einustu mínútu á parkettinu sko. Á æfingum líka. Ég vissi það að þú vildi koma hingað í uppeldisklúbbinn á sínu tíma til þess að henda klúbbniðinum upp deild. Þú hefur ekkert endalausan tíma. Nei, ég er nú samt bara 29 ára. Já. Það, sko. En hérna, stefnan hlýtur að vera sett upp í ár. Já. Eins og bara alltaf áður? Já, þú veist, og bara halda áfram að byggja á okkar. Mér fannst við, þráttu við höfum verið nálægt bæði gegn Víkingi og Selfossi. Þá fannst mér að það tekið skref fram á því í fyrra. Fáum færri mörk á okkur, skórum fleiri, betri hraðaflubunum, fleiri stig, færri töp, þú veist, allt nefn að fara upp, sko. Þannig að... Og voru náttúrulega bara á þröskuldinum. Já, hvað er þetta, nokkra sekundur hann í fjórða rækki eða þriðja? Já. Og hvernig svona metur svona, þú ættir að meta hópinn milli ára? Er þetta sterkara lið sem að Fjölnir er að tefla fram í ár? Já, það sem náttúrulega eina ástæðan fyrir þeim að koma tilbaka er að þetta er náttúrulega bara okkar strákar hérna, Fjölnisstrákarnir og við erum að ná að halda því hérna enn eitt árið. Já. Og gæslega sterkt að hérna ná að halda bara kjarnanum og við missum Bjarka Snæ út og Kristján Karls. En öðru höldu og jafnvel að fá náttúrulega Arnar Snæ og svona, þannig að við erum að byggja, ég myndi segja að þetta verið skrifað fram á því frá þeirra. Og komið náttúrulega reynslan í viðbót frá þessum ungu strákum. Það erum ekki að gera lítið úr strákunum sem fóru í fyrra sko, en ég held að við séum bara þroskast og hérna við erum búin að æfa þétt og við erum bara að styrka sem við sko. Hvernig metur svona þessa deild og þessi lið? Íringum við spá sigri. Hvar var ykkur? Þið voru í öðru sæti eða ekki? Já. Finnst þér þetta að vera raunhaft þegar þú leist á pappirinn? Já, líka bara með hvernig framistæðan var á undirbúningstímabilinu. Mér fannst við í mörgum leikjum ekki verið nógu samfærandi. Og hérna, það er eitthvað sem við erum búin að vera vinna í núna bara og okkur finnst við vera að finna taktinn. Það liggur allt hjá okkur sko, við veitum það alveg. Þannig að hérna, já, sanngett spá að þetta. Auðveldasta leiðin til þess að fara upp í ólistildina er náttúrulega bara að fara í fyrsta seti og beint upp. Finnst þér þú að þið hafi bara litið þess? Já, ég held það. Við erum allir haldast heilir og hérna, við bara taka þetta svolítið leik fyrir leik. Ég meina, það verða hörku erfiði leiki. Það er fullt af nýjum liðum í þessari deild. Við erum að renna svolítið blind í sjóum með þó nokkur lið og hinn liðin sem voru í fyrra taka þó nokkur breytingar. Þannig að hérna, þetta verður áhugavert tíma. Það er fullt af erfiðum leikjum fyrir hönd og bara byrja strax í fyrsta leik og stjórna niður og það er bara spennandi. Já, en íringarnir spáðu efstu, eru það svona helstu mótherjarnir? Já, það er ekki bara. Þeir koma náttúrulega niður með að halda mörgum. Jú, Víkingar náttúrulega sömuleiðis vera þéttir og fleiri lið, HK að bæta sig og svo náttúrulega þessi hinlið sem ég veit kannski minna sko. Þetta verður bara hörku bæki sko. Hlakka til að byrja? Já, nú verður þetta að sjá þess aðeins. Já, ég sá bara restina á því og þetta leit vel út. Já. Takk.